Já. Dóri Reddi það. Býta eins. Herru, nú skal ég bara segja ykkur pocketa þessu dæmi hérna. Erum við komin á stað? Já, svona podcasti sko. Og Danni, þú er mikið að stáli inn í það. Ég fíla líka hrættið það. Í gær þá hitti ég gamla vini mína og svona vina steinda svolítið sem ég var alltaf að hanga með þegar ég var svona 14 til 18 og 84 Mosókrúið fórum downtown og ég fekk mér flöska víni með einhverju mat og svo drakk ég nokkra perlandi þarna í KR-heimilinu. Það réðust 2-3 kaldir á þig. Já. Já. Ég var ambúsaður af 2-3, jafnvel 3-4 litlum í dós, sko. Bara þú telur trátt. Í morgun, þá þurfti ég alveg að láta konuna mín að vakna með bönnunum, sem svona einu svona árið type of shit, sko. Okay. Type shit. Og leiðir eitthvað illa með það? Já, ég alltaf með samvinskupið gagvart öllum í lífi mínu, skilurðu, og samt, og mér finnst ég aldrei gera nóg, samt gef ég þeim allt sem ég á. Tengi. Svona að vera snertur smurður. Fór út með hundinn, fekk mér espresso, fór í gufu í Vesturbænum, kom heim, vann, fekk mér einhverja Nutri-skál, mér líður vel. Okay. Mér líður vel. Ég ætla bara, og ég nervur eftir að hafa farið á þetta stóra hip-hop jam í gær. Mobb Deep. Já, svo við segjum fólkið að það miðvikudagur, hádegi, við vorum á Mobb Deep í gær. Já. Og Danni, það var gaman að vera í kringum Daniel í gær. Slókur alls fagnaðar. Sko, ég held að við þurfum að allavega að pæla í þeirri hugmynd að svona, ekki allir hlustundur okkar þekki sögu The Infamous Mobb Deep. Nei. En við getum sagt, þetta mjög áhrifamikil rappljómsveit frá New York, Queens, sem kemur úr nýjunni. Þeir eiga mjög fræg lög og svona áttu svo svolítið svona comeback þegar 50 Cent gerði þeim hátt undir höfði eftir 2006. Og voru alveg ennþá að gefa út ennþá vinsæl lög svona 2010, menn að Burn 2010 held ég og voru bara alltaf ógeðslega cool og eru svona soundtrackið í því sem fólk kallar alvöru 90s hip-hop svolítið og eruð aldrei hallarslegir en aðalrapparinn sem sagt dó úr sickle cell, hvað það? Sickle cell, já, það eitthvað hræðileg sjúkdóm, ég las ævisögu hans. Já, ég las líka ævisögu og hann var veikur lengi og þetta erfitt. Ég vildi óska þess að við værum nógu snjallilt að vita þetta. Ef þið hlustundur viti hvað þessi sjúkdómur heitir, ekki smita okkur á honum, en segja okkur hvað hann heitir. En allavega, þeir koma hérna og oft þegar svona hljómsveit kemur hálf, þá fólk eitthvað svona, njö, en í þetta skipti var rapparinn Big Noid sem var á þessum plötumörgum. Í gamla daga með þeim hann var svona eins og þriðji meðlimurinn og minna hann á bestu línuna you know my stilo, I even pack my gat when I go see my P.O. og þú veist, hann með byssu hann hittir skilorðsfulltrúann sinn guys, þetta segir svo mikið hugafram mannsins og það aðstöður sem lífið hefur leitt hann í þetta skáldskapur eins og hann gerist bestur ég náttúrulega hékk með þessum mönnum og það þegar gefa boltan á Daniel sem fór og skoðaði íslenska náttúru með þessum mönnum hann fekk day of fun ég fekk bara símtal, herðu við erum fara að sækja ertu ready, bara 5 mínútur við erum fara að sækja Big Noid og DJ L.E.S. og ég bara, ok, let's go og setjum þetta í samingi DJ L.E.S. hann verður 60 árunu og magnaðan feril í tónlist hann gerði Getting Jiggy With It Miami með Will Smith, gerði Life's a Bitch með Nas og bara ógeðslega flottan Karlo-kalman gerði þú veist I'm Real með Jennifer Lopez geggjalag sem eitt besta lag sem ég hef heyrt sko. en hann var geggjaður en þú veist, hann saði bara eitthvað hei, vorum að hlusta á lögin í bílnum sko, og hann bara ég fekk $300 fyrir þetta beat já, og þú veist, já, við vorum að ná að sóta og þeir voru bara, og bara voru svo sátti með hennan bíl, sko. Já, sko, þið frændunir, þú og Þorsteinn Lár, þið fóruð á einhverjum fjallajeppa. Fórum á rosalegum Ford, einhverjum, svona sprinter típu, á þvílitt háum dekkjum, þeir voru gett að pæla þessum dekkjum og þeir voru að segja, þú veist, var alltaf að blindbílur eiginlega. Já, tökum þetta á skipulega, þið farið á sækið á. Já, hvert sækið? Já, ok, sorry. Við sóttum á það voru Parliament Hotel. Ok. Og þeir koma að nývimar og Benny B. Ruff þetta neyri í lobby bara og
síðan eru þeir bara eitthvað, þú veist, maður er svo vanur því sko, svona gaurar eru geðveitt leiðilegir, svona rapparar, þú veist, þeir eru bara, þeir finnst við vera algjörir nördar og bara, þú veist, eru bara eitthvað, bara eru í símanum eða eru bara ekkert að pæli, þú veist, eða ekkert gaman að fara í náttúruna, skilur við. Og þeir voru geðveitt góðir á því, geðveitt, þú veist, humble. Og hvert var ferinu heitið? Fórum á Reykjanes, fórum og skoðum fórum með fyrir Blue Lagoon og það var mjög fyndið þegar vorum á Keranga. Það var að hlusta á Rockwilder með Method Man og Redman. Þannig að þið voru bara í 90s hip-hop. Og Redman var bara, ég var að stjórna tónlistinni og Redman segir, leave you in the Blue Lagoon lost. Þeir bara, yo, we're in the Blue Lagoon. I should call Redman right now, man. Og ég bara, I'm just telling you, like, Redman has never been lost in the Blue Lagoon like you. Þeir eitthvað, yeah. Síðan voru þeir að syngja, þú veist, alltaf út bara, hey, see we in the Blue Lagoon, man. Og það voru einhverju gæja bara járnabinda með svona hatt, svona iðnaðarhatta bara horfa á og við vorum bara, what up? Og þetta var bara þrjú gaurar með hatta, bara, where are you? Og þeir voru svo ánægði með þetta, var skellunir þeir töluðum bara top of the line, bara top of the line, þeir voru bara hringja og sér var Þorsteinn Lár, hann var alltaf geggjaður gæt og að keyra og hann var alveg með fylgishúna beintir og bara var að tala eitthvað, hey hann var ekki að tala til dæmis að Big Pun, hann plótið að laga Big Pun plötunni fyrstu og þá kom Þorsteinn, yeah, I remember Benny B. Ruff, he was the main guy when I was like 12 DJ and I was on my BMX bike and I just bought Capital Punishment, the first Big Pun CD, and Benny just can't get it loaned, and I loaned it, and he never turned it back. Og Benny var bara eitthvað, þetta ekki satt. Og þeir eitthvað, oh, you're taking CDs. og hann, þú veist bara, I swear, en Benny segir samt að það sé bull, við þurfum meðal bara að fá hann í þáttinu og þetta, og þú veist, við síðan voru hefi sáttir. Sko, ég sá... Borðuðu þið með þeim? Já, fórum á Two Guys. Aha. Já. Two Guys, og hvað rappara fengu þeir sér? Þeir fengu sér... Af því þeir heit eftir röppurum. Þeir fengu sér held ég Tupac burgaran. Það? Og síðan vorum við Mac and Cheese og hann pantaði einhverja Cowboy Margarita, DJ LAS. Síðan voru þeir eitthvað, hey Danny, kom bara, hey Danny, do you know darts? Og ég var eitthvað að kenna dart og síðan bara þetta var alveg fucking sko. Ég sá eitthvað myndbönd frá þér á Instagram þar sem að þú varst að taka þá upp að rappa. Já. Þeir voru að rappa bara einhver staðar út í einhverju blindir. Þeir röppuðu allan tíman og síðan voru þeir, þú veist, Þeir röppuðu allan tíman? Jálfur, þeir voru bara voru bara í Blue Lagoon að rappa. Bara svo í söngleika? Þeir voru bara að rappa og síðan sko, ímyndaðir, þú veist, það var bara einhverjum fólk að koma úr Bláa lóninu, túristar, hann voru þeir að rappa fyrir utan og bara við skiltið og þú veist, ég tók eitthvað vídeo upp sem fór eitthvað online sem var eitthvað fyrsta skipt sem nýja lagi hans Big Noid kom út áður að kom út skilur hann að fólk var að heyra það fyrst skipti. Það var svona teaser og þeir voru bara að rappa og það fór eitthvað QB NYC reisast á reikningur og Instagram sem ég er að followa er búin að taka og setja eitthvað vídeó bæði Daniel Ólafsson. Sko, hann að þú rauninni frumsýndi nýtt lag með Big Noid. Já, það er bara hann ég kalla hann Foolie sko. Hann er kallað Hey Foolie þetta voru og svo hittur það aftur eftir tónleikana. Já, og þeir voru svo glaðir að sjá mig maður, það er bara útrúlegt sko. Þetta eru fínir gaurar, þetta eru skemmtilegi gaurar og þeir voru bara alltaf að spyrja þú veist, why is it hot? Það fórum við eitthvað í Gunnu hver sem var bara eitthvað verstu aðstæður sem ég hef verið í. Það var Þorsteinn að öskra eitthvað landnámssöguna í lokin. Þeir voru alltaf ekki, hey, tell us about it. Sér ringdu þér allt út og segi, hey, Stinni, tell us what is this? Og sér var hann bara að segja einhverjum gaurum. Í játnabindingunum? Í játnabindingunum bara, þeir voru með hattana úti. Þannig að þetta var alveg magnað. En Two Guys, maður. Já, Two Guys er komið inn í fjölskylduna. Þeir urðu að getum fengið lúður á það. Lúður að tækja þið bila? Það er bila í dag, má sjá, hvað er í gangi hérna? Bætið inn í post. Sorry. Hjalti á Two Guys er okkar maður. Ég talaði við Hjalta í dag og hann sagði mér að þú hefðir bara verið með pillur á hann, á sig. Herri, ég ætla að segja það pillur í gerð. Ég ætla bara að segja þér eitt að þetta er þú ert búin að hræra upp í svolítið súran graut milli mín og Hjalta sko, og að því þú varst eitthvað, þú og Hjalti þeir eru báðir að flísalækja
allt í gangi hérna. Svo byrjaði eitthvað fólk að senda á mig eitthvað, Hjalti með menn í þessu, skilur, hann ekkert að gera þetta sjálfur, hann að þykjast og ég aðeins, hann var ekki, ég var að leggja síðustu flísina og ég ekki búin að leggja síðustu flísina en ég bara, þú fékkst einhvern annan í það og það þurfti alveg að stíga okkur í sundur á tónleikum. Hann sagði mig það, en ég get vottað að hann handlaginn, ég hef alveg síðan. Ég hef séð hann strák move around Reykjavík, skilur, og ég veit alveg að hann hagur á járn og tré þessi maður, skilur, ég bara þetta bara aðbyrðismyndir, mína vestu hvatir að tala tölum aðeins Two Guys, tölum hamborgara, ég er rosalega ánægður að koma með á inn að því ég elska Two Guys, minnst það geði ekki hamborgara. Já, ég genuinely samla, sko, hvað er ykkar borgari? Ég fer alltaf í hann mac and cheese gauðra því ég hef feitt svín Kjartan og ég ræði ekki við Feitt hjarta? Já, ég hef feitt hjarta og þegar ég sé bara svona eitthvað við erum búin að setja pasta á hann hamborgara ég verði eitthvað meira að fá Ég er túbakmaður. Þú túbakmaður? Já, sko, ég er mjög leiðilegur. Ég tók einhver ákvörðun að hætta að borða hvítt brauð. Þannig að ég þarf alltaf að fá Hjalta til að sérpanta. Eða svona, ég þarf sérpanta. Já, þú hefur alltaf notið þess að valdbeita fólki gegnum mataræði. Já, það er bara þannig. Ég gerði það líka þegar við vorum. Þegar þú varst að panta pítsu með einhverjum osti. Þegar þú varst orðin svo mikil græmmetisæta og gæst ekki borða ost og þú varst bara að fá pítsu bara eitthvað. Og við pæli hvað það var. Bara botn með papriku og eitthvað ógeðslegt. Þú varst afreks íþróttumaður þarna. Þetta getur ekki hafa verið hollt fyrir það. Nei, ég skil ekki. Ringja á okkur á pítsastæði og byrði pítsu með einhverjum osti maður. En núna er ég ákvörð dögut, sko. Núna er ekkert brauð og ég fer alltaf til Hjalta. Hjalti stundum fýrar upp í vagninum út á Álftanesi. Já, það. Hann býr út á Álftanesi. Og þá sendur hann bara, herru, ég er verð fyrir utan húsið mitt í dag og þá er bara röð. Það er svoleiðis. Já. Það er geðveikt. Nei, að því ég er óslega fegin að fá inn sponsor, þú veist, við erum ekki að sponsora, Saltverk, Bílasalreykjavíkur, Two Guys, þetta eru góða stöndug greifar, en bráðum veit maður að þetta podcast mun, þú veist, taka stóra flugið og þá fáum við eitthvað svona unwanted spons, þú veist, umdeilt greiðslu fyrirtæki eitthvað, þú veist, eitthvað bara svona bara Ísraelsríki vill eitthvað kaupa spons og við eitthvað Inspired by Israel. En þú veist, það gæti líka verið þegar við værum að auglýsa, þú veist, manstu eftir Langborgaranum á Select? Ó já. Manstu eftir honum? Það var meira vilsan maður. Þá voru þið búin að hnoða eitthvað hamborgara í pulsu og þau seldu þér hann í eitthvað, þú veist, þannig að þú fegst bara langan hamborgara Þetta var svo Tate Hard. Þetta var eins og kúkur í brauði Turd Hard. Og það voru Die Hard gaurar sem fóru í þetta og þú veist, og Danni fór oft í þetta Þorsteinn frændans líka, ég elskuði langborgara sko. ég man þetta bara stífa á hnefa og var svona vindla út úr sér sko. En ég bara segja það við erum með alvöru stöff í gangi hérna það er nefnilega hamborgaraleikurinn á Íslandi í fíl eitt nefnilega sem Two Guys gera, þeir skýrit eftir röppurum og þeir eru að tróða ykkur jökki á það mér finnst þeirra menn byrja að tala kjötið í hamborgurum mér finnst fátt jafn og heillandi. Ok. Ég eiginlega bara þegar menn alltaf tala hamborgara og hljóma gáfulegir eða hljóma svo selkerar þá missaði mig sko. Þá finnst þér að vera landa einhverju svona gúrmei pælingum inn í eitthvað sem á ekki að vera gúrmei, er það það? Ég get ekki útskýrt það, bara ég skal segja ykkur eitt þú veist, og núna snýst allt smassborgar þeir smassa þessa hamborgara á Two Guys þeir eru djúb smassaðir af flísakonginum á Álftanesi og hérna og þú veist, og það er gott og vel, minnst það gott einhvern veginn. Stækka flötin sem er með snertingu við grillið. Þú ert að byrja núna. Þú ert að byrja og hérna, ég skal bara segja ég muni líka eftir bara íslenskum shoppuhamborgarum sem voru bara næfþunnir, helkryddaðir einhvern veginn sem voru in the 90s þeir voru góðu líka, það var engin að þykjast eitthvað sósu tala þá eins og tilraun einhvern veginn. En núna er svolítið verið að taka þá inn á þessu gúrmestæði og verka shoppuhamborgari í álpapír. Ég veit það. Þeir gera Two Guys líka. Þeir eru með shoppuhamborgara, sko og þú veist, ég man líka þegar þú veist, hamburger átt að vera óslega feitir og svona stórir og bara rauðir í miðjum með einhverjum hnífi já, svona með hnífi og einhverjum svona tveimur laukringjum sem væri svona bara óklífandi fjall að geta þetta í einum bita einhvern veginn það kom líka ein tíska sem var hérna þetta er hökkuð nautastek eitthvað svona
Grófhökkuð. Já, svona við grófhökkuðum nautasteik hérna og steiktum hamborgur og því og ég var alltaf bara eitthvað, af hverju gerðu það? Af hverju gátuð ekki bara notað nautahökk eins og allir aðrir? Af hverju þurftu að hakka þessa steik einhvern veginn og samt fer ég alveg í steikaborgaran þegar hann í boði einhvern veginn en ég vil bara tala sem minnst eldunaraðferðina og ég vil bara hamburgerinn tala við mig og mér er alveg saman hvað hann sé smass þú veist, og menn byrja ekki að þetta verður að vera 80-20% ég sko bara læta og ég vel bara mína sneiða sjálfur sem ég læta hakki hamburgera, þá finnst mér bara, já, þú ert pervert þú ert þess að pervert og viðbjöður og þú hefur ekkert að gera nema að hugsa svona Ég sé alltaf fyrir mér þegar þessi hamburger heiti eftir ykkur röppurum einhver kona komi, bara 70 kona kannski veit ekkert rap og bara, já, ég ætla að fá Cypress Hill hamburger ég ætla að fá hérna Tupac og hérna Lauryn Hill kjúklingaborgar ánlaugs Þetta er náttúrulega líka riski þegar þú ert að stofna staði sem eru með eitthvað svona muni eftir stað sem ég var kallaði nafnlausi pizzastæður Já, herðu, fuck og matseðlina reif svo mikið kjaft við mann að maður var ekki þurrþráður eftir ámanni þegar maður pantaði, það var bara eitthvað hvað er á þessari pizzu, steinþegið það er það sem við viljum setja á hana og við hendum þér út með eitthvað kjaft, það bara stóð á matseðlinu bara 3 og 9, þú veist, ég var bara það var samtalið stemning að fara og mjög góð pizzur Það er líka hræðilegt fyrir search engine optimization að vera með nafnlausan stað sko það bara finnst ekki fór á hausinn Málið með Hjalta sem á Túkæs er að hann er svona hann er það mikill hip-hop haus að hann er til að taka þessa áhætti veit ég hvað ég meina og hann er að láta þetta virka en hann er samt að með Tupac og Foxy Brown og svona það er ekki eins og að sé að selja Big Noid Shake-in þetta er ennþá poptónlist hversu djúpt getum við farið í nafni á hamburgurum á röppurum það væri bara eitthvað 9 franskarnar Who's that lying king rapping about his diamond ring Shaheen kjúklingavangir en sko hann er svo mikið leifaböðs þegar hann heyrði á okkur hann rugglaðist eitthvað hann held að við myndum koma daginn eftir en hann brunaði úr flísaverkefniðni og kom og hann bara það var mjög mikið respekt milli Nautarans og Les og Hjalta þeir voru mjög ánægðir með staðinn það finnst mér gott að heyra bara heyra að sé virðing í einhverju herbyggir og líka þeir voru þeim fannst bara geggja að það væri svona staður á Íslandi það er svo miklu hip-hop 2 guys was it like started by 5 they lost 3 guys so it's 2 guys og þeir voru ríkja bara yeah 2 guys what about isn't it just 1 guy no 2 guys en talandi Tupac þið vitið að því að ég var einu sinni heima hjá ömmu einnar stelpur sig ekki og þá var ég að skoða eitthvað úrklippubók og þá sé bara svona það var ekki sé svona ekki dánumverðin heldur að fólk fæðist þá kemur svona frétt þá stóð bara Tupac Þór Viðarsson eða eitthvað ég veit ekki hvað það Viðarsson og ég hver er þetta? Já, þetta er hann Tupac litli hann býrði frá hann ég sverða þannig að það er Tupac og við verðum að fá hann í potti ég veit meira um hennar mann sko já, allavega í bók eftir Berg Ebba þú veist sem er ekki skáldsaga heldur hérna eina af þessum stúdíum hans nútíman og tækni og þetta þá kemur fram að einhver maður sem hér Tupac í banka heimið honum og verið eitthvað talað um flóttamenn og eitthvað og hann sagði bara ég gat ekki hægt að hugsa bara akkur heitir Tupac á meðan hann var að tala og er það að skrifa 2 Pac eða bara og hérna þetta er bara ég vil koma sinna við erum að fá hann í þáttinn ég veit hvað ég held að geti selt ég ætla að setja hugmynd í kosmosin og vona hún lendi þarna í kjöldunni á þessum fögrum mönnum sem eru með þessi viðbörufyrirtæki ég held að Redman í Frostaskjóli skilur Redman í KR eða eitthvað svona eða upp í Árbæ ef Árbæingarnir vil þú veist fuck it, hérna kemur það Redman í myndkauphöllin í Mosfellsbæ how about it strákar talandu Redman, við vorum að keyra í Bláa lóninu hann í blindbíl og vorum eiginlega smá lost, það þau sáum ekki neitt þá er lag með Redman í gangi meðan ég er með Big Noid og Stóðstenni og Les og Benna og þá segir hann leave you in the blue lagoon lost bara randomly og þeir bara og ég sagði bara stöðar Redman hefur aldrei komið hérna, hann hefur aldrei verið in the blue lagoon lost hann er eitthvað, I should text him right now we in the blue lagoon, we're for real man þannig ég er sammála en þau myndu flytja einhvað eftir þetta bara undir mín já, ef Big Noid var eitthvað svona að gera homie Danny bara
væri hérna Henny bara væri svona með sæjist labba inn út úr eldhúsinu hann svona Dúra Nóna þegar hann kom inn hann bara verið tekin inn bara já, Dúra Nóna setja hann bara í landslið í Big Noise en talandum, þú veist, já en svo voru tónleikarnir í gær þetta var eins og að fara í tímahylki eins og einn maður sagði við mig ef þessi tónleikar hefði verið fyrir 20 árum það hefði verið eins ég hefði hægt við samræðabrófin til að fara á þetta sko þetta var, og líka að hafa þetta á þriðjudegi það var geggjað já, það var geðvikt síðan voru fyrirpartí, þú veist, ég fór í 2 fyrirpartí fyrir þetta og mjög góðum og stöndugum heimilum sko þú veist, og röðin einhvern veginn á leiðin inn þetta var eitthvað svona, eins og við værum þetta var svona jarða fyrir priksins þetta var bara svona priks klientel yfir 20 ára tíðan einhvern veginn sem var mætt þarna í röðina og margir mikið liði sem maður hef ekki séð lengi ég sogaðist að þessu upphitunaradriði sem þeir sett á svið hérna Benni og Gísli voru að spila hann einhverja visuala af late 90s af skeiti og rappi og Reykjavík og bara íslensku sumri og mikið fútið því sá aldrei sama efni tvisvar og svo voru bara menn að detta á svið alga með guðana, þú veist, fucking Birki Björns maður, þú veist, hefur ekki rappað örgulega heil lengi og bara mættur bara einn á sviðinu og rockið það í gær og geðugur. Hann rosalega. Batti, Alli, var ekki Birnir þetta líka? Birnir tók alveg 3 lög og svo kom Subterranean. Það var geðugur. Eitt með Birni, það sjó, visualarnir hann, sko fyrsta lagi var hann myndband við eitt lagið, það sem að Birnir í synki við, hann í synki við myndbandið, það var mjög flott og svo visualarnir, þetta vídeo sem var að ganga örgulega svona frá aldamótum, einhver Opel löggubíl að gera, þú veist, löggan að gera eitthvað upptakt, var eld einhvern, þetta var mjög gott, svo þetta var bara ógeðslega, við Danni vorum mikið frammi, DJ Fingerprint, shout out á Fingerprint, hann fucking legend. Og Subterranean. Það stöð frá 1997 fenguðu gæsáð þetta 2 árum eldra heldur en þú veist Sjúkvons þú veist þetta inn og já ég fekk gæsáð að þegar þið byrjuði var ég bara þetta gerði svo mikið fyrir mig sko með allt krúið saman sko búið að ná í hann, hvað heitir hann frá Svíþjóð Fern? Nei Frú og mættur hann bara Mortal Kombat myndbandið ég bann bara eftir að horfa á Pop og Coke bara vera með fyrir sína nýtt Mortal Kombat, Subterranean bara það var ekki maður svo menna breakdance ég misti af breakinn sko ég þú veist var alltaf þú veist ég var að DJ allir með svo breakinu og það kom einhverju breakarar ég veit ég að breakið lítið þeir tók alltaf allt gólfið og þetta var eiginlega bara hálf óþægilegt það svo violent að breakdansa inn á breakinu ég hef bara aldrei heyrt hana eins ég var að hugsa að salta breakið saltverk saltum vikunar en þegar gær var breakið alveg að koma tilbaka, ég var glaður að sjá já, sko, það var alltaf nóg pláss á kantinu sem við vorum og þeir voru alltaf einhverjir 2 gaurar að breyka voru með eitthvað svona einhver dúk til að breyka á og svo kom og Stjáni var með okkur og Stjáni sagði bara komu þeir með dúkin eða var hann sem var frábær pæling þeir komu með hann sem það er mjög þetta er mjög meðvitað við þurfum eiginlega bara að gera dúk og með sponsorum okkar og gefa sko dans þarf rosa mikið af hjálpatækjum þú veist, ég ætla bara að vitna í orð Dana Deluxe menn að Stettans þetta eru 90% skotnir sjús og þú veist og meina þú sérði eitthvað svona þú veist, svona gauðra sem eru svona 50 að breakdance eitthvað á strikinu og vonandi náðu þeir að samla sér upp fyrir halvanskamta heroínu einhvern veginn þessi gauðrar eru með dúka og alls konar hluti til að gera þetta meira næs meirist að þú ert atvinnu dansari þú ert bara, þú veist þeir eru að vinna mjög mikið með dúka miklu stærri dúka vitið hver frægasti breykar Íslands? Ólafur Elíasson Ólafur Elíasson er bara að poppa lokkinn hérna það er svolítið já, veistu hvað, ég fór að skoða þetta og ég ætla ekki að shita Ólafur Elíasson en skilur þú veist, hann var eitthvað og þú veist, fyrstulega hefði hitt Ólafur Elíasson nei ok, segi ykkur eitt, hann er ég myndi segja að sko hann er Íslendingur en hann er ekki kjarn hann talar, þú veist, valla íslenskum í mjög minni, hann er dans ég sá hann svona okkur fucking rosalegum hömmur já, hann er með þetta allt í gangi en ég sá hann, þú veist, hann er einhvern veginn þegar hann breykar þá er hann meira eitthvað svona
eitthvað svona taka eitthvað svona lítið pop og svona, þú veist, og þetta er Svo tignalegt. þetta er mjög tignalegt sko, en hann með einhverjum ungum krökkum vona á stúdíunum sinni og þetta er cool, en þegar einhver sagði mér eitthvað, hann var breykkongur, þá hélt ég myndi fara að sjá hann taka headspin og eitthvað hins vegar eitt gaurinn hann var ekki einn af ljósmyndurunum hann að bræðrunum Snorri Bros ég held að annar þeirra sé einhver monster eða allavega einn af þessum gömlu kaffibarsgaurum sem voru í sýningunni í Borgarleikhúsinu mætti bara með sítt skegg og headspinnaði Við erum eiginlega powerranka næst toffin breykar en ef tölum við dansi sem þetta þú þetta ekki mikið dansari Nei, ég hef aldrei verið mikið í því en finnst Pálinu það ekki leiðilegt? Hún er mjög lítið í því líka Dansar íþrótt? Nei Íþróttafólk er ekki mikið að dansa Já, hvítt íþróttafólk, en svart íþróttafólk dansar mjög mikið samkvæmt bara svona, þú veist bara stereotypinni En ég vil fara að salta eitt samt núna Ég bara segja að þú ert körbáltamæður ég bara, mér varst allt í enn verið eitthvað þegar allar fullir að það að körbáltamenn sé ekki að dansa En það eru sumir þjálfara sem eru með dans og mér segja ég svo okkar Toronto Raptors þeir voru að dansa, þú veist, í uppbytun og eitthvað svona að einhverja hreyfingar Ef þú myndir segja mér að Chris Mullins væri mikið dansari ég myndi ekki trúa, en ef þú myndir segja mér að Karl Malone væri það væri ég bara, ég trúi því sko Er ekki Tim Hardaway, hann er meiri Tim Hardaway er með moves maður Hvað er að segja? Ég var í gær, þá hitti ég gæja sem að ég er nú ekkert mikið að líta upp eða niður til fólks, ég bara vil hafa í augnaði sko. En ég leita bara alls ekki upp til hans, og síðan ég að tala og hann eitthvað, herru, farðu vel með þig maður og ég bara, þú veist, farðu vel með þig tengi ég ekki við þetta, að fólk segir við ykkur að farðu vel með þig, ég teki því mér það offensive sko. Ég bara, er ég á götunni eða, þú veist er ég í ykkur vesinn eins og sért ykkur bráðri hættu og ég vil, þetta er söltun vikunir á mér í bóði saltverk ég vil salta hennan ég hef sagt þetta sko, hafið sagt þetta, farðu vel með þig nei, aldrei, ég myndi aldrei gera eina skitt sem myndi gera þetta, ég myndi hitta einhvern sem væri bara í neyð, sem gamall vinnur sem væri ekki best stað og væri bara svona lifandi day to day bara í ykkur rugli sko farðu vel með ég samt alveg oft með svona dramatískar kveðjur, ég bara njóttu dagsins og með Guð blessa þig og þína ég segi þetta oft bara einhvern veginn og ég meina bara að þú sko hljóti blessun ljósins þú ert að bara óska fólki allsins besta og mér líður oft vel þegar öðrum líður vel svo ég er með eigðu góðan dag það fer í taugarnar á mér já það er eins og hótun sko já og líka bara það er einhvern veginn málfræðilega eigðu góðan dag þú veist, hafðu það gott í dag er betra Njóttu dagsins er best en farðu vel með ég hef alveg sagt þetta sko og það er bara kemur frá góðum stað sko en ég skil alveg hvort að fara má ég salta eitt saltverk besta mögulega kaldasta take ever en hraðahindranir sem eru boltanir í götuna það ekki gert þið þannig nei, ég hef ekki það hvað er það áltanis eða? Er það úr einhverju stáli svona svo Danni með heima á sig? Bara eitthvað svona, það eru mjög svona þú veist, mjög skarpar Söltun vikunar, saltverk, best salt í heimi flögu erum við að tala um eitthvað útkværadót þar? Er þetta ekki Nei, ég er ekki að tala um bara svona lítið bögg bara svona kubbar svona ég fíla stúta bílum Ég held að þú keyrir bara svolítið skrykkjótt Já, ég geri það það? Já, alveg Það er svona dansar ekki, því þú myndir dansa eins bara En eru þið búin að vera að elda eitthvað í vikunni og vera að nota salt eitthvað? Þú eldar mikið Ég elda mjög mikið og ég Hvernig þú ert að elda? Ertu með, þú veist, einhverja uppskriftir og einhverju svona go-to kokkar eða ertu að gera það mikið eftir tilfinningu? Sko, ég fæ bara á heilanum að elda eitthvað eitt sem yfirleitt ítir mér í það að elda eitthvað annað og svo kannski elda ég ekkert nýtt lengi og er bara alltaf innan þess sama að segja hvað ég er að elda mikið núna það heitir Selgerhorn að segja hvað ég er að elda mikið núna og mér langar í það núna kjúklingur á pönnu bara úr benulæri viljum mynda brúna kjött eldan svona cirka í gegn og brúnur aðeins skil eftir smá drull á pönnunni hvítlaukur, smálaukur heill skorinn blaðlaukur á þetta mikið af allt skera kjúklinginn, henda honum aftur í sýrður rjómi og í þetta sterkt sinnep, ding í fat og svo tekur maður svona smjördeg bara sem þú kaupir tilbúið og rúlar yfir 3 gött
komið chicken and leek pie Varstu ekki að salta þetta? salt allan tíman Nei, saltar. salt allan tíman, hér, salt að degið salt þetta allt. En þú Dan, erst þú mikið elda? Já, ég reyna að gera það sko. Ég gerði daginn að það væral döner kebab daginn það sem rúlar í svona spyrpapír Ég reyndaði líka að missetnaðist og hérna rúlaði og það var geðveikt og gerði þú veist chili, hvítusettik í chilið Og þú settir nautahakk svona milli eða? Já, eða, þú veist, rúlar þetta bara skilur í svona, svona bara smjörpapír og sér tekur þetta burt, þá er þetta bara svona þunnt lag af kjöti og sér setur það aftur inn og brálar það skilur þannig að það verður svolítið stögt Þú fokkar þessu? Já, ég einhvern veginn, þetta var ekki gott Ég var reynda með Michelin chef Bjart á Oaks með mér hann var aðeins hjálpa til sko. Síðan horfðum við á New Jersey Drive eftir á að við horfðum á hann nýlega Nei, hann er góð ég sé hana Ég var að segja 1998 sko. Ég sagði Big Noite frá því ég sagði að tala um sko, í þessari mynd við vorum alltaf að horfa á 9. bekk aftur og aftur það, ég vildi í svona hood movies það eitthvað vesælt sem kemur eitthvað barbecue-atriði sem allir er að elda, gellur Domino, allir þessir, sól það er ekki eitt svona atrið í þessari mynd það er bara að vera að berja á blökkumönnum alla myndina og segja einhver mamma eitthvað, farðu bara út þú endar svona á götunni þetta er ekkert relevant fyrir hlustinu okkar, það er svona 3 Jú, við verðum að vera með hútnúð í hotni við þurfum bara að en við ætlum allan að í búið saltarka salta, þau hættið að segja við mig, ekki nefnum sért bara farðu vel með þig hættið þessu Rotting game en talandum sponsora, ég var að kíkja á bílvík á Magga Nói ég er mjög spenntur fyrir bílvíkunum Síðasti bíl endaði mig Herru, Maggi Nói og talaðu sem Magga sá bíl seldist líka bara leið og þetta droppaði sko. Maggi var flottur í germaður Maggi var flottur í Ég hitt hann ekki Ég hitt hann, ég sá þetta allt Herru, ég var að kíkja á bílvíkunar, ég bóði bílaslurreikjaðingur Let's go það er þessi þetta er þetta new car smell Þetta er Build Your Dreams Seal, selurinn UDME Design All-Wheel Drive Plug-in Hybrid Ok Wow þetta er flottur maður Þetta er smá Porsche víbrur Já. í þessum bíl Þetta er þessar kínversk Cayenne framleiðsla. víbrur Jú, en Stærsti batterísókn í heimi. ég þekki verkfræðing sem keyrir á Build Your Dreams og hann sagði bara já og það er ástæða fyrir að ég valdi Build Your Dreams af því það er dream building inn í Það er þannig þessu stykki sko. Já, þetta er víst vandastöf sko. Þessi bíl er nýskráður í nóvember 2025 sem það hefur eitthvað sem sagt bara rétt fyrir jólin en þetta varði ekki jólabíl sem sagt Ná hann fyrir áramótin og það er möguleiki á alltaf 90% fjármögnun Geggjaður sem bíll. þýðir að þú getur púlað hann upp með 780 skall og 800 skall og keyrt út á þessum dreka og verið komin í fljúgandi business bara kvöldið sko. Ókerður þetta Ég var til að sjá inn í hann vitið þið hvað er satt geggjað við ég veit að þú veist það eru skipta skoðunir á hybrid bílum Já. Veist, það er þetta að keyra á rafmagni, það er þetta að keyra á bensinni eins og á mínum, ég á Passerati Passerati og hérna og ég farin í bæ ég veit ekki hvað að gæla, hvernig bíl þetta á Passerati Ramax allavega Passerati GTE og það er GTE mótið á bílnum þá basically ert að keyra þá var það með alvöru torki þá ertu sko bæði á rafmagni og bensinni at the same damn time og það er alvöru power sko ég ætti ekki, ef ég myndi vinna í Eurojackpot og eiga bara, þú veist, hey, hvað er á að leggja þess að 3 milljarða inn á þau þá væri það ekki, þú veist, að fara það er þið bara að keyra alltaf á GTM því að það heiði bara öllu strax og þú bara getur lagt hann út í kant og bara látið senda nýjan að þig Ég man sko að þegar Danni sagði þetta við vorum ungir ef ég væri, þú veist, þið langa að vera nógu ríkur til að fara í nýja sokka hverjum degi ég hugsa ennþá um þetta ég hugsa bara, þetta er að eina sem ég vil ég hugsa þetta og ég hugsa mjög oft um þetta því að alltaf þegar ég fer, þú veist bara þegar maður er út í Ameríku eitthvað þá kipp ég með mér eitthvað svona stórum sokkapakka sko og bara hugsa til þín sko Bro, ég er líka komin í eitthvað Mad Max situation þegar kemur að sokkum heima á mér Sonur minn ætla að fara komið stærri lappir en ég eða nánast og fara hann að laumast í sömu sokka hundurinn tekur 1-4 sokka á dag one by one og einhvern veginn jafnlar á þeim með að fer með og eitthvað annað í húsinu og eitthvað svona þannig að þeir eru
og það ákveðin, ég til dæmis ekki samstæðum sokkum ég bara fór að taka þetta út með að segja þetta og ég þarf einhverja sokkalausn sko. og stundum hef ég bara keypt bara fer í búð, kaupi 20 sokka og ég segi bara, ég ætla að mæla hversu lengi mér helst á þessum sokkum og það eru bara vika eitthvað og þeir eru bara allir komnir út allt og enginn finnur helmingina þeim. Já, ég sko brjóti þið saman, þú veist, til dæmis eins og nærbuxur og svona. Já. Þú veist, ég sko, ég ætla að B1 og Já, ég held að við séum komin mjög sorglega slóðu núna B1 og Passerati Þriðji þáttur konur yngra og kom bara, ég brýt ekki saman nærbúsur og þú veist, ég hef aldrei skilið tilgangin ég brjóta saman nærbúsur eða nærbóli Nei, ég skil hvað að menna En vöðlar þinn þá bara í kúlu eða? Nei, þú veist, ég bara, hvað ætlar að vera eitthvað? Takk, færi nærbúsur bara alveg sléttar, þú veist, þetta skiptir engu máli ég veit ekki hvað umræð þetta Nei, ég er samt B1 samt Ég vil að þátturinn sé 90% svona umræður bara daglegt líf en þú veist Slice of life ég brýti þetta allt saman af því bara þá liggur þetta vel í skúfunni og ég get svona aðeins svona rent í gegnum nærbústa mína svona svo spilastokk og verið svona þessar eru alltaf sko ég hef verið þá aðferð ég kaupi alltaf sömu típar nærbústum og sömu típar Hvaða típi það? Má ég giska? Calvin Klein Nei Við erum ekki að ræða það Jú, Ralph Lauren nærbústur og sokka Það lítur að vera nóg til Bandaríkjunum Og þú kaupir það í útsölumarkaði eða kaupir það einhvers þar sem gaur með rakspýra að selja þetta Nei, bara Macy's eða eitthvað Og kaupir það 10 packs Já, eitthvað svolítið Þú veist, farið eitthvað 3 nærbústur í einu og kaupið 3 pakka Hvernig á litin? Einhvern veginn, þar tek ég sensa Það? Já, bara random En þú veist, bremsufarasinsinn tekur hann líka? Ég lifa á brúninni Já, ég veit það Mögulega, þú veist Situr mikið í vinnunni á brúninni En, já Þannig að þetta sko, þarna erum við líka komin í svona ákveðin gæði sem að lífið í Bandaríkjunum hefur Nóa nærbúsum, nóa sokkum Þetta allt svona mjög aðgengilegt Þetta aðeins ódýrar en hér Gæri, þú ert mögulega eini gaur sem ég myndi halda væri með svona kvörn í vaskinum svona eins og í Bandaríkjunum Ertu með þannig að? Nei, það alveg, við höfum alveg rætt það sko Það væri bara, ég myndi að gera smoothie það er geggjað sko Þannig að við erum ég veit ekki hversu mikið við höfum verið í Bandaríkjunum núna undanfarið, en þetta við hljótum að bara fara að sækja með landvistarleyfi sko. Það er bara þannig Það er bara svoleiðis þannig að þetta er bara, lífið er helviti gott þar við erum sko, ég held að séu 7 ári röð sem við höfum verið ársmið að hafa verið Universal Það er svoleiðis Hvað er það? Það bara kemur og ferðin svo vilt Í bíó? Nei, í Universal garðin Skemmtigarðana Tífóli? Já og þetta er sko Ertu með ársmiða í tífóli? Bara fjölskyldan, öll fjölskyldan Já, það? Já Og borga það sig? Ég veit ekki, það er bara þægilegt þegar fólk að fara svona í ferðalög málið er það, við hefum eina 5 ára og eina 16 ára þeim finnst þetta báðum skemmtilegt mér finnst alveg fínt að vera þarna en mér finnst leiðilegt að þurfa að eyða öllum deginum að verja öllum deginum þegar við erum í frí þannig mér finnst miklu betra að fara þarna í 2-3 tíma í einu og svona leiðilegt að bara ferði svo kemur það bara aftur einhvern seinna Og hvað tæki eru best? Það er bara fyrir eftir hvori dótturinn ég er með Ok, þessu komum með eitthvað Það er bara eldri vill færa einhverja rússíbana Já, og ferðu með henni? Já Ég gera ekki Af hverju ekki? Af því ég valdi það að lifa Já, sko, ég var lítið fyrir þetta áður svo bara einhvern veginn það gerðist eitthvað í lífinu mínu þar sem ég bara sleppti takinu Ég var alltaf fyrir rússíbana og svona, mér finnst ég bara einhvern veginn að það sá kapli sem hún sé lokið Já, en ég get alveg satt það samt nú erum við búin að gera þetta eins og þetta er 7 ára eitthvað og það eru 10 ár síðan við fórum að fara bara mjög reglulega meira en það og þetta hefur alveg breyst hjá mér núna maður er einhvern veginn útsettari fyrir svona einhverjum bara, mann líður illa maður fær eitthvað svona motion sickness Já Veist, þannig að það er alveg klárlega þannig Er þetta ekki meira svona samt eitthvað svona að þú ferð eitthvað
inn í Harry Potter veröldin Jú, það er alveg þannig og þú veist, þetta er alveg skemmtilegt þú veist, þetta er bara svona dagra stytting þú ert í fríi og það var bara alveg gott að geta mér finnst bara, það sem mér finnst versta tilhugsun í heimi er að vera einhvern veginn semi-fastur einhvers staðar, þú ert kannski búin að borga einhvern 30 kall eða eitthvað á mann inn í einhvern garð og þú upplifir bara, ok, ég meina ef við förum nú eftir klukkutíma, þá er þetta bara búið, skilur það er alveg gott að borga bara einhvern tvisvarsinnum það og geta bara komið og farið eins og vilt og eins og við erum að fara þarna kannski 4 sinnum, 5 sinnum á ári, geta bara hoppað 2-3 tíma hér og þar í þetta, sko. Þannig að við erum, og þú veist, og eins og þegar þið voru að tala hérna svona barbecue, ég hef upplifað alvöru, sko, Tennessee barbecue líka, það er alls konar svona hluti sem er gaman að upplifa þarna. Ég er ekkert að draga úr þér. Já, ég farið í CM Park á Tenni. Nei. Það er skemmtilegu garður. Ég hef aldrei komið til Tenni. Ég fór þarna tvisvar, ég var ekki eins og með dóttur mína með mér, ég fór tvisvar, það var svo gaman. Okay, ég fór með Óskari Kolbeins. Ég hef ekki farið þannig. Ég farið með Kolbarn og það var eitt dæki sem Kolbarn vildi ekki fara í. Hann bara, ég er ekki séns að ég farið þarna. Ímynduðu Kolbarn að fara í svona beint niður vassmjöluböld, picture it. Hann vildi ekki fara. Og ert svona, hann fór ekki í það. Lúan undan þér. En Dóri, þú veist eins og þegar þið ferðist fjölskyldan, ert þú eitthvað í einhverjum activities með krökkunum? Sko, náttúrulega elsti sonur minn misti áhugan á öllu sem tengist í að vera barn þegar hann var 12 ára og bara, þú veist, hann hefur bara eiginlega verið að bara líta á klukkuna og býðist hann að verði bara unglingur eða bara öðlist eitthvað réttindi, skilur stöðugt. Dóttir mín hefur alltaf haft gaman af svona alls konar rugli, sko. En hins vegar er mjög gaman að ferðast með konu minni því að hún er alltaf bara, mér langar svo að sjá þetta og þetta ekki að þetta og það tengist ógeðslega oft arkitektúr, en oft er það, þú veist, bara algjörlega þess virði að fara, skilur, þó svo það tengist arkitektúr, þú veist, að fara bara í Ólympíuþorpið í München einhvern veginn og þú ferð upp í turn og sérði yfir þetta allt og þetta er algjörlega bonkers og börnin höfðu alveg jafn gaman að þessu og fara í einhverja lestum svæðið og svona. Fara í Kastala Frans Ferdinand réttur utan Prag, skilur bara fyrsta liftan í Evrópu og sett þarna bara 1899 eða eitthvað, bara hísi eitthvað dótum og þú veist, þarna eru bara íspyrnir sem nasistar skutu, skilur, bara feldur þarna bara, nasistandi komið, við vorum með 2 íspyrnir skutan ég var til eitthvað svona curation í fríunum mínum og svona, en þetta tengist ógeðslega mat, en síðan bara svona eitt basic og tala eitthvað gaman og tala skemmtingar. Við fórum til München og í München er á sem rennur í gegnum borgina sem heitir Eisenbach og hún er ógeðslega straumhörð þessi á og þetta er svona jökulvatn og djúp og hún bara bombast þarna niður og sem förum við í garðin og við sjáum að fólk er bara að fara niður ána bara stöðut svona og svo að stoppa og grípa eitthvað í miðjunni og þar er einhverjum svona surferar að fara í eitthvað lítið vassverk þarna og þeir klíra svo þú komist framhjá og þá fattaru að það er actually bara gamlir menn sem vinna á einum stað í borginni og þeir bara pakka jakkafötunum sínum saman í loftheldan poka og fara 5 kilometra niður hana og enda á öðrum stað í borginni. Bara ferðamáti yfir sumartíman og ég bara herði, ég verð að fara þarna og tek dóttur mína með mér og það er lúmst hættulegt, hún er svona aðeins minni þá, ég hekka hálsinum á mér og ég vissi ekki alveg hvað ég var að fara út í, en þetta er kalt og þetta er straumhart og þetta er svo gaman að ég þurfti bara að fara aftur og aftur og aftur, hann getur kona mér og bara, Þannig að þú vilt ekki fara í rússíbana sem er á teinum, en þú vilt taka sénsinn í einhverju straumharðri á með dóttina með þér. Já, svona er ég geðbilaður. Já, þetta... Svona er ég geðbilaður og en sko fullkonustu frí sem við farið í er eins og til dæmis þegar við fórum til Spánar þá erum við kannski að fara að hitta vínbónda sem er algjörlega gert á forsendum mín og eiginkonu mínar og ég get alveg neitt börnin mín eitthvað nú ætlum við að fá lánuð hjól og hjóla einnum með einhverjunar og aðeins að læra þetta og svo vorum við bara að bjóða þeim upp á okkur svona þannig að við fundum að þau voru orðin alveg ær og þá fórum við bara í einhverja stórborg gistum þar í 2 nætur og bara McDonald's og bíó og læti og svona og svo gáttum við haldið áfram einhverja aðeins kultúrell og það finnst mér svolítið svona snildin á þessu en eldri börnin, sko, yngsti vill bara fá Lego í ákveðnum ryþma í svona ferðum og bara byggja það á milli þess að maður er að horfa á sjónvarpið eða hoppa í sundlu, skilur og það er bara hans víbra. Elstu krakkarnir 2 eru eiginlega komin á bara vilja bara tana bæði.
heldur dóttir mín og göllast í ykkur sundlaug, þannig að það alveg nóg ég, yngri dóttir mín, hún vil bara helst alltaf vera að gera bara það aksjón, yngri núna eldri 16 ára hana, en ég, með þetta Tennessee barbecue, þetta var mjög skemmtilegt, við vorum í innu á mörgum fríum okkar og þarna er Klara Kristín, hún er 14 ára örugglega þetta sumar og þá ertu komin örugglega eins og þú upplifir með Kára að þú ert komin á okkur aldur þar sem að það er ekki kannski búið að taka mikla pásu úr íþróttunum þú veist að það bara, hún segir bara við erum að fara í 2 vikur, ég verð að geta æft eitthvað ég sendi á einhver hæskúli eitthvað þannig að þú veist reyna eitthvað að gera í hlutunum og tala um einhverja leikmenn sem að ég hafði annarkvort þjálfað að þekkt sem að hafði verið allar svæðinu og eitthvað svoleiðis og endar svo með því að við komist inn á einhverja æfingu sem er með einhverjum strákum og long story short, þjálfarnir þar urðu mjög tengd okkur og tengdu hana og mæltu með henni við eitthvað lið frá Tennessee og þar henni var búið að keppa á einhverju stóru móti í Bandaríkjunum þar sem að svona high schools koma saman og að keppa high school regionals að kalla sem var mjög gaman fyrir mig að upplifa þú veist maður hafði séð þetta í bíómyndunum og svona það var svona mismunandi high school lið eitthvað komandi saman og þetta var í Tampa og þar var foreldrahópur sem ég bara gekk inn í og þau voru frá Tennessee og það var ein fjölskyldan sem var að leigja Airbnb bara stórt hús og bauð í svona barbecue þetta er geðveikt þarna á að vera að horfa á baseball borða barbecue ribs þetta var lífið það farði Bandaríkin beint í aðeins aðalatriði svo ég klára þetta ég er ekki á móti þessu, ég er mjög spenntur fyrir þessu aðalatriði er og það er svo skemmtilegt þú ferð eitthvað svona þú ferð í eitthvað sem er ekki boði venjulega, skilur þarna bara ertu bara komin í eitthvað daglegt líf fólks fattar þú ert komin í eitthvað sem er amerísk menning sem þú getur ekkert fengið sem túristi eða neitt svoleiðis það er skemmtilegt það er eftirsóknarvert þú veist, bara einhvern veginn að hitta fólk borða matinn sem það borðar og einhvern veginn gera kúlt út hátt undir höfði það er eina sem ég beðum sama hvar þið er skilur talandi að gera kúlt út hátt undir höfði það var framið ódæði neðst undir Höfðatorgi þar voru undirheimar að mætast og handtakamenn Morgunblaðið sagði morgun þetta væri menn frá Hamas lögreglan bara senda á tilfinningu og segja það sé alls ekki rétt sem kannski lýsir bara hitastínu í samfélaginu núna en ástæðan ég er að breyta upp á sig er svo að hafið komið neðst Höfðatorgið, það eru svo 40 hæðir og nýjörðina og það er bílaþóttastöð neðst bara með skrifstofa það er gym hann er það? Ég held að segja, er ekki eitthvað MGT eða eitthvað gym í bílakjallaranum í Höfðatorgi hefur þú komið hana? Nei, hann er endalaus niður okay. og og mér er svo geðveikt að það hafi verið uppgjör í undirheimuna því þetta er frábær staður til að gera upp þetta er líka undir jörðinni þetta er undir jörðinni og líka bara í þessari færð sem hefur verið undanfarið það hefur verið mjög gott að hittast þarna og vita að þú ert að fara að throw down að þú sért með traksjón undir löppunum og það er enginn að fara að trufla þig að eitthvað hringja á lögguna því þú ert bara down under ég þarf að benda ykkur á það að við sáum þetta fyrir það er uppgjör í sjónvarpsþáttunum Afturölding þegar Gerjón handrukkar Skarphéðinn gerist það hana -3 í Höfðatorgi við vorum búin að spotta þetta ég verð að segja það Afturölding, ég var svo stoltur að þér ég líka ég horfði á Afturöldingu þetta var good shit ég tók þetta í flugi ég bindja þetta og þetta er bara, mér langaði svo bara því ég var ekki í símasambandi, mér bara hringið og þakkaði persónulega fyrir. Þú gerði það, þetta var SMS-tur og lendi. Ég gerði það bara leiður lendi. Þetta var bara, þetta er einhverju bestu þættir sem ég séð. Þetta var, og nú þurfum bara að gera meira, mér finnst, svo mikið, ég held að Afturölding allir vilja horfa á þetta, þetta fjallar handbolta og hann er ofinn inn í þjóðarvitund okkar, skilurðu. Það er svo mikið af tímabilum í Íslandssögunni sem ég held að fólk geti ekki ímynda sér að þegar enginn búin að sýna okkur það í svona seríu einhvern veginn og maður býður alltaf eftir bara hvenær kemur eitthvað djúsi vikingasería skilur, bara þú veist það sem þeir eru með þetta allt framan á sér og hvenær kemur bara eitthvað, þú veist, eitthvað Gísla Saga Súrssonar bara einhvern veginn á krakki en hvernig er að framleiða svona?
það bara martröð, það bara kostar ógeðslega mikið pening og því íslenskar sem þetta því minni pening að vilja útlendingar láti þetta því að þeir bara við fengum þetta pening frá Norrlöndunum þarna og það sló í gegn í Svíþjóð sem var mjög skemmtilegt, alveg bara valið af stærsta skrýpend, bara seri ársins og svona okay. og það var einhver Svíi sem býr eftir menn sem sagði það sama íþróttahúsastemning í Svíþjóð og á Íslandi það svona, íþróttahúsið sko ef við ættum að sko ekki salta heldur sko íþróttahúsin á Íslandi ég var þess heiðurs aðnjótandi að vera niður í Varmá bara einhvern veginn í fyrsta skipti síðan ég var unglingur í bara dag eftir dag eftir dag eftir dag þessi íþróttahús oft með sundlaug fasta við sig þau opna klukkan 6:30 á morgnana þau taka á móti 3000 manns eða eitthvað yfir daginn og það eru krakkar á öllum aldri það eru frá 6 ára börn að hoppa og gera kottnísa einhvern veginn að nynni yfir í bara atvinnumenn í íþróttum sem koma þarna það rennur ekki blóðið í fólkinu sem vinnur þarna þetta bara, þessi vél smurð og hún virkar og þetta smá svona þarna hittist fólk gamli kallar að drekka kaffi einhvern veginn, koma á leikinn í kvöld einhvern veginn, þetta oft svona hjarta hvers bæjarfélags í íþróttahúsinu og ég vil senda góða kveður í Íþróttahús landsins og segja við fólk sem að vinna að þið eru best sko. Já, ég hafði líka orðið eitthvað svona cultural shift þegar kemur að starfsfólki í Íþróttahúsum þegar við ólumst upp þá var eins og það væri megin skilyrði þeirra sem unnu þarna eða svona frumforsenda þeirra veru sem starfsfólki í Íþróttahúsum að verja fasteignina en núna þetta einhvern veginn á forsendu barnanna og ef þú tekur þetta lengra með sundlaugarnar þetta eru yngstu börnin, þetta eru eldri borgarar þú ert með allan aldur af fólki sem að koma að það og þessi stemming í Svíþjóð líka og það sagt, þetta svona eins í Svíþjóð það sem svona íþróttahúsið embracing einhvern veginn og það slæri eitthvað svona hjarta og það láta sig allir varða einhvern veginn hvað að gerast í íþróttahúsinu og líka náttúrulega bara með liðin skiluru smábæri liður oft stærri en bærin einhvern veginn sem eins og verður á Íslandi sem mjög gaman sko talandi að verja fasteignina eitt sem hefur verið saltað ég bóði saltað ég veit ekki hver saltaði það en ég hef ekki séð þessi verkværi heilengi það er þarna prikir með svona 3 pinnum sem þið notuðu til að skrúa fyrir sturtu að þess að blotna við munið eftir því það var eitthvað gaur sem sagði bara nei við ætlum að hætta að nota þetta verkværi og menn verða bara að fara á kantinum og eitthvað það í Íþróttahúsi Álftanesi það svona gamli hlutin ennþá svolítið ósnertur sko frá ég var lítill og það svona prikk þar og ég gaurinn alveg býðu hver skildi þetta sturtuna hérna mann núna þetta náttúrulega orðið mjög mikið sjálfvirt sko. En það ótrúlegt hvað þessi íþróttahús gera og ég náttúrulega búin að vera með annan fótinn í íþróttahúsum bara alla mína ævi og svo kynnustu starfsfólkinu og ég man einhvern veginn kom ég að var ég að fara að þjálfa einhverja gaura, þeir voru svona 11-12 ára svakaleg spaða sko. Og það kona sem heitir Erla sem vinnur í Ásgarði Shoutout á Erlu og hún svo góð og hún einhvern veginn að tekur svo vel á móti öllum og þannig sagði hún, þeir voru svolítið erfiðir núna gaurarnir, eitthvað svona og ég mæti bara inn og þeir voru eitthvað maldimúin og sagði, þú veist, ég búin að þekka þess að konu þetta síðan 98 sko, frá að ég var jafngamall og þið sjá svo respekt strákar akkurat, allir út, heim, engin aðeins í dag sama, var hérna 1984 Ertu harður hérna? Nei, bara ef þú stígur fyrir mér þetta bara þannig ef þú stígur yfir ákveð starfsfólk í íþróttahúsum eiginlega mikilvægast fyrir íþróttafélög þegar þú þarft að þetta samstarfsfólk þitt sko. Þannig að það þarf að vera mjög mikilvægt að sé búin virðing fyrir það voru gaurarnir, 84 gaurarnir voru náttúrulega að tala með einn gaur sem fór úr nærbuxunum á fótboltaæfingu og þá duttu 3 litli kúkar úr nærbuxunum á gólfi og þá hafi einn starfsmaður íþrótt komið, nei, ekki ágjör að þetta kemur fyrir á bestu bæjum og svona þetta 3 litli kúkar Steindi gæti verið að íkja, þetta rosa steindaleg saga sko. Allavega hápunktur fyrir mér þú respektar íþróttahúsin
Atli Kjartansson ársmiðahafi í Universal í Bandaríkjunum til margra ára Danny Droogs, tourguide Mobb Deep á Íslandi og menningarlega brúin sem byggð til manna í járnabindingum einhverstaðar í Queens í New York sjálfur heiti ég Dóri Díana elda mikið af Pies þyrfti elda minna en gefum sjárátt á saltverk besta salt á Íslandi Bílasalur Reykjavíkur og Two Guys og mér langar líka að senda eitt Bílasalur Reykjavíkur já, Bílasalur Reykjavíkur líka en eitt sem ég langar bara að segja og því í gær fórum við á tónleika og ég virði mjög mikið það sem vinna við það fólk sem vinnur við að flytja inn svona og halda svona viðburði þarna var komin á 2.000 manns sem var að skemmta sér og það einhver sem að taka persónulega áhættu í sínu lífi til þess að veita fólki þessa gleði og vonandi græða peninga build your dreams til að geta keypt bílvíkunar hjá Nójunni en þetta finnst mér, þetta ekki sjálfsagt og fyrir þetta þarf að þakka þannig að ég þakka Benna Bíró persónulega fyrir það var skemmtilegt kvöld og þið í Garðabænum myndu náttúrulega taka vel á móti þessum hóp ef hann ætli að flytja inn Smith & Wesson í og Álftanes ég glemdi líka sigur, ég hef nýgóðum frá Noregi ég var í fyrst til Noregs en ég ætla að segja næsta þetta að Noregs fariðin verður krufin til merkjar til í það Herru, takk